Þátturinn unnin í samstarfi við Rangárþing Eystra, PVC og Krappi ehf. Jæja, þá erum við fóstbræður komnir, ég og Nunni, komnir á Hvolsvöll og við ætlum aðeins að labba hérna bæinn og skoða hann. Við stöndum fyrir framan Ráðhúsið hérna í bænum, sem sé ykkur aðeins frá eftir. Þegar ég kom keyrandi inn í bæinn, þá tók ég eftir því að ég fór allt í einu að hægja á mér. Og ég er margoft búinn að tala það að þegar maður er að fara í gegnum þessa bæi sem liggja svona á þjóðvegi 1 við eða til hliðar, þá brunar maður í gegn, en einhverja hluta vegna þá hægðu allir á sig þegar við vorum að koma inn í bæinn. Ég fór svo að hugsa þetta á eftir, af hverju gerði ég þetta, af hverju brunaði ekki bara beint áfram. Ástæðan er að það eru hús báðum megin við veginn. Það er ekki mörg, en það er nóg til þess að mynda þetta margumtalaða rými sem ég er alltaf að tala og þeir sem keyra hægja á sér vegna þess að það er fólk sem býr þarna og getur verið að hlaupa yfir götu eða hvernig sem er. Og þessi tilfinning líka, þú ert komin inn í bæ. Þú ert ekki að bruna í gegn eða framhjá. Þú ert komin inn í hann og þú berð svolítið virðingu fyrir því. Ráðhúsið er hér eins og ég segi og það fyndna við það eiginlega sem ég fannst, ég fundaði aðeins með sveitarstjórnarmönnum hérna, það er að segja sveitarstjóra og byggingafulltrúa og fleiri sem vinna hérna. Þeir eru upp á efri hæðinni. Ég hélt að þeir væri hérna niðri í Ráðhúsinu sem væri beint aðgengi að þeim, en nei, ég þurfti að hringja hérna aðeins á bjöllu og svo þurfti ég að fara upp á efri hæðina. Neðri hæðin með allt útsýnið á það er ísbúð og þetta segir pínulítið svona hugarfarið hérna í bænum. Þegar ég fer að tala við sveitarstjórnarmennina, þá tók ég eftir því að þeir töluðu alltaf við erum að fara að gera hlutina. Það er að segja þeir og bæjarbúar. Það lá í öllu þegar ég var að spyrja framkvæmdur og hvað væri að vera þarna og hvað væri svona framundan. Það var alltaf við. Og ég lærði þetta þegar ég var ungur og var að byrja að kenna. Þú segir aldrei þú við nemendur, þú segir við vegna þess að þú ætlar niður á sama plan og nemandinn og ganga með honum þaðan. Og ef eitthvað kemur upp á þá líður okkur illa en ekki bara honum. Þetta kom alveg skýrt fram þarna hjá þeim, þannig ég gat nú ekki annað að brosa út til annað, ég er ekki viss að hafa hugmyndum af hverju þau voru að segja þetta, en allavega, þau kom inn í bæinn, þar er alveg óborgarlegt safn sem heitir Lava safn jarðfræðina hérna, Eldfjöll og fleira. Það er ekki nóg með að safnið sé alveg hreint einstakt eða sýningi sem þar heldur líka landslagið í kring og húsið sjálft sem við langar svolítið að spjalla við ykkur. Við erum alltaf þangað. Jæja, þá erum við komin að þessu Lava Center sem ég var að tala Maður að kíka hérna inn og eftir. Ég veit að það er búið að fjalla mikið þetta en mér langar að tala aðeins húsið sem slíkt. Nú er þetta allt viðarklætt að utan og ég ætla að biðja ykkur að taka eftir og eftir. Við ætlum að skoða SS hús sem var byggt hérna sem kassi nákvæmlega eins og þetta hús en með þessum listum sem hafa verið settir utan á. Það þarf ekki meira til þess að brjóta upp þessa stóru fleti og mynda bara fallegt munstur. Þetta er eitthvað svona jarðfræðilegt við þetta eða ég upplifi það þannig. Náttúran hérna í kring, ég þykir ekki líklegt að hafa einhver gert þetta en þetta er akkúrat það sem ég er að tala samspil húsanna og samspil náttúrunnar algjört hérna á þessum stað. Það getur ekki orðið betra. Við ráðum við þetta þegar, eins og ég segi, þegar við erum að hanna svona lítið, þó þetta sé ekki lítið hús, en svona við fáum pínlitla rörsýn á þetta, getum gert þetta hérna. Ef við svo ætlum að fara að útfæra þetta í bæjarmyndina, í húsinn í bænum og svo náttúruna í kring sem ég er svo umhugað að draga inn í bæina, þá einhvern veginn klikkar þetta hjá okkur. Við náum ekki að ná utan þetta allt saman. Og þetta er nákvæmlega sama eins og þegar við erum að vinna með
til dæmis bara innréttingar, þá vinnum við með öllum þeim efnum sem til eru í húsinu í raun og veru. Eftir í hvernig fólk vill hafa þetta, þá þurfum við að sameina það allt saman. Við getum ekki skilið neitt eftir. Við getum ekki skilið neitt eftir þegar við erum að teikna hús. Það þarf að hanga saman gluggarnir og þakið og öll þessi form sem koma, það líka virka alltaf innan. En þegar við tökum svona skipulag, þá er eins og við bara gerum einhvern ramma, allt sem við fyrir utan hann, það kemur okkur bara ekkert við. Og þarna klikkar þessi samfella í þessu að hugsa miklu stærra heldur við þurfum að gera. Þetta er það sem við eigum að nota á þök. Þetta er svokallað úthagaengi. Ég veit ekkert hvort þetta hefur verið sett hérna eða hvort þetta hefur verið eða ekki, skiptir ekki máli. Ég hef sett sjálfur svona á hús hjá mér og það er ekkert mál að fá þetta skorið. Nota þessar þúfur, ég er mjög hrifinn af þúfum því að sumarbústaðurinn minn er með svona, hann er með þessu gráa lit og hann er heitið þúfa, þannig að það er ekki nema furða það sé, en allavega setjið ekki gras á þökin. Það fer í órækt, það fer í njóla og verður skelfilega ljótt. Það er ekkert mál að fá skorið svona úthagagras sem maður þarf ekkert að hugsa um. Þetta er sko, hjá mér allavega, þá vökva ég ekki, ég ber ekki á, ég hugsa ekkert þetta. Það breytist á hverju ári, það koma puntstrá, það koma alls konar hnoðrar í þetta og það koma blómabreiður jafnvel. Þannig og þetta er bara eins og þetta hafi alltaf verið. En gras, það brennur ef það er ekki vökva, það þarf að sláða svo það er ekki í sinu. Það er bara hlutur sem við eigum ekki að nota á þök. Þá erum við komin inn hérna í Lagasafnið og mér langar aðeins að vekja athygli á þessu móteli sem er hér niðri og kynningarstarfsemin á því. Ég hef rætt við þetta stundum eða einu sinni hef ég farið á fund hjá bæjarstjórn og rætt að þeir kæmu sér upp svona korti á Akureyri í Ráðhúsinu með þessari upplýsingamiðlun sem kemur bara úr loftinu og er sett hérna niður. Hér er verið að tala jarðskjálftasvæði, það er að tala gos eða sem sé eldfjöll, það er verið að tala alls konar hluti sem snúa að jarðfræðinni á Íslandi. Þetta má taka niður og nota sem kynningarefni fyrir til dæmis bara lausar lóðir á Akureyri, skoðunarstaði í Eyjafirði eða hvað sem er sem tengist landinu. Það er ekkert heilagt í því. En sko þessi framgangsmátt í dag að við erum að auglýsa deiliskipulag og annað, við erum að setja þetta í blöð sem fólk jafnvel lesi ekki. Þetta er framtíðin, þessi framgangsmáti hér að kynna svona efni á. Hitt er bara barn síns tíma. Þannig að ég hvet menn til að skoða þetta aftur. Ég veit að þetta er mikið þetta lagt, ég er að vera jarðfræðingar og tæknimenn og aðrir að koma þessu á laggirnar, en ef þetta er hægt þá getum við gert þetta líka. Og þetta er svo miklu skemmtilegra og miklu meira aðgengilegra ef við getum fengið svona gagnvirkt kerfi þar sem við getum jafnvel kveikt á, eins og ég segi, lausar lóðir, hvaða byggingaframkvæmdir eru í gangi, myndir af þeim og svo upplýsingar náttúru Eyjafjarðar og svæðisins af mínu svæði sem ég er að tala núna. Þannig að hugsið þetta. Ég ætla ekki að vera mjög neikvæður í þessum þætti núna, en ég ætla samt að koma með smá svona jákvæða gagnrýni, ef ekki að segja það. Nú erum við búin að skoða lavacentrið sem að Basalt arkitektar teiknuðu og sáum hvernig hliðarnar á því, það er sami kassi nú er hérna fyrir aftan mig, en sáum hvernig var búin að brjóta kassan upp á svo skemmtilegan hátt með tiltölulega litlum kostnaði. Hefðum geta gert það hérna líka, er það ekki, þegar hérna
þegar þetta var byggt. Þetta er ekki svona falleg skemma og það þarf svo lítið til að gera þetta eitthvað fínt. Eigum fullt af listamönnum hérna sem að getu hæglega skreytt þetta. Eigum fullt af bara alls konar hönnuðum sem getur tekið að sér að hjóla í svona verkefni. En svona kassar eins og þetta er ekki fallegt. Það er sagt að því ég er nú svona aðdáandi SS-pilsna, ég er eitthvað jákvæður að þeir voru að segja þegar þær væru soðnar hér eða væru undirbúið þær, þá ilmaði bærinn eins og útihátíð. Eins og var í gamla daga, það var pilsuvagn í öllum rjóðrum, þannig að lyktin lægi hér yfir og þau voru ekkert að kvarta undan því neitt, heldur bara svona heimilislegt. En svona stórir fletir, þetta er eitthvað sem við viljum ekki sjá. Þá erum við komin hérna á bakvið ráðhúsið hjá okkur, eða ráðhúsið hjá Hvolsvelli og það fyrsta sem ég rak augun í, það voru þessi braggar sem eru hérna á bakvið. Liturinn náttúrulega og svo braggaformið og það saman. Þannig að ég talaði við þá upp á hérna skipulagsdeild og sagði við að þeim ekki eyðileggja þetta, þeir að halda í þetta. En þá var mér tjáð að þetta væri ónýtt. Þetta væri nánast sjálfsagt ryðgað allt í sundur meira og minna, það er þá endurbyggjað allt saman. Það er verið að vinna deiliskipulagi hérna og í fyrsta þá kemur áætlað að koma í hús hérna og það er meiningin að það verði kannski, ég veit ekki hvað það er kvöð, en svona mælst til að það verði eitthvað til minningar braggana sem eru hérna eða voru hérna þegar það kemur. Í dag þegar við erum að skína svona skipulagsgögn þá er þetta yfirleitt allt byggingarmagn sem við erum að sýna, sem enginn hefur áhuga á. Við erum að sýna stóra kassa til að sýna byggingarmagnið. Ég sem neytandi, mér er svo fjandans sama hvort að þetta magn er svona eða svona. Það sem ég vil vita á að byggja kassa þarna eða á að byggja hús með tvíhallahús eða einhallahús eða hvernig á þetta að vera. Hitt segir mér bara nákvæmlega ekki neitt og er bara tæknimál sem á ekkert erindi í svona kynningar. Þetta er bara á milli sveitarstjórnarmanna og tæknimanna og arkitekta en hefur ekkert með mig sem neytanda að gera. Á þessum skipulagsuppdráttum hérna, þar er búið að forma húsin, þau þurfi ekki að vera nákvæmlega eins, arkitekta geta gert það, breytt því, en það er búið að forma þau þannig að þú sér svona nokkurn veginn hvernig þakformið á húsunum hvernig er ætlast til að það verði. Vegna þess að sá sem skipuleggur svona hverfi, eins og til dæmis þetta hérna, svona viðkvæmt, hann hlýtur að vera búinn að gera sér grein fyrir hvernig þetta á að líta út þegar upp er staðið. Það er ekki hægt að skilja þetta eftir bara sem hálfklárað, þar sem að verktakar og aðrir geta svo bara breytt eins og þeim sýnist. Þegar þú hannar svona hluti þá þarftu að vera búinn að ákveða á þetta að vera hart eða mjúkt, á þetta að vera ljóst eða dökkt, á þetta að vera ögrandi eða stapílt. Þú ert að meina eitthvað með þessu, til þess vorum við að læra þetta í öll þessi ár. Þannig að sýniði húsin sem þið sjáið fyrir ykkur, því það hlýtur að vera forsenda fyrir því hvernig þið eru að skipuleggja. Yes. Þá vorum við búin að rölta hérna lítinn hringum smábrotabænum. Það fyrsta sem ég tók eftir þegar ég kom hérna inn líka, það var þessi fíni turn hérna sem stendur upp úr. Þetta er stútfullt af einhverjum diskum þarna núna, en ég veit ekkert hvort þetta er í notkun eða ekki. Símstöðvarhúsið var hér undir og kaplar úr turninum inn í það. Það er orðið að veitingahúsi, þannig að ég efast að sé mikið af þessu notað. En ég sagði við sveitarstjórnarmennina hérna á þessum fræga fundi sem ég var á að þið verðið að geyma þetta. Og þeir voru alveg sammála það. Þið getið notað þetta sem bara bæjartákn, þetta er svo fallegt. Það er hægt að nota þetta sem jólatré hérna jólin. Það er hægt að setja þetta ljósaskreytingar, þetta sést langt að og svo er bara byggingarverkið á þessu svo fallegt. Ég veit ekki hvenær þetta var byggt og hef ekki náð að kynna mér það. Ég hélt fyrst þetta hefði verið fyrir tíma rafsuðunar og þetta hefði verið hnoðað saman. En þegar ég fór upp að því og fór að skoða þetta, þá er þetta boltað allt saman.
Málið það að það ekki tekið sem hann hefði gert í dag, bara beinlína upp og mjókkar aðeins niður, heldur þessi flotti bogi svona eins og Parísarturninum í þessu sem að myndar svona fallegt. Ég bara veit ekki hvort þetta hefur eitthvað með burða að gera eða hvort þetta bara einfaldlega fagurfræði. Því að talandi fagurfræði, því ég var nú að rífast áðan og skammast út í byggingarmagnið, ég hitti Pétur, arkitekt, hann sagði mér, við vorum að tala hérna hús sem ég að láta gera upp á Húsavík núna, og hann sagði við mig, í gamla daga, þá hétu hlutirnir, það hét byggingarlist. Í dag heitir þetta byggingarmagn sem við erum að tala um. Og þetta er ekki langt frá lagi. Við erum alltaf að tala vöðum villu og reik í sambandi við þéttingu og margt af því svo misskilið, en það er þetta með byggingarmagnið. Meira eins og ég var að segja á það, við erum að reyna að sýna það. Það hefur ekkert með þetta að gera. Það er öllu nákvæmlega sama hversu mikið byggingarmagn. Við vitum bara meira byggingarmagn, minni sól, meiri vindur, meiri skuggar og svo framvegis. Þannig að við skulum þá taka þá umræðu alvarlega og ræða það pínulítið. En þetta dæmi eða þessi turn dæmi góða byggingarlist í raun og veru, sem menn hafa lagt á sig ótrúlega mikið til þess að fá falleg form í þetta. Og við þurfum aðeins að stíga kannski tilbaka og fara að hugsa þessa hluti pínulítið aftur. Næja, þá erum við komin hérna á svæði sem ég held að heiti Ásgarður. Ég veit ekki alveg hvar því líkur eða hvað, það verður bara skammast við mig, ég ekki að fara alveg rétt með. En hér er gamla kirkjan og kirkjugarðurinn, og ég veit ekki alveg hvað hún gömul þessi kirkja, ég bara ekki náð að kynna mér það. En eins og ég segi oft, það kannski ekki spurning ég ekki vísindamaður eða sagnfræðingur, það ekki spurning kannski að vita, heldur að upplifa. Ég heyrði einhvern tímann í austurlenskum fræðum, munurinn á Vesturlandabúi og Austurlandabúi, ef þið finna rós, þá tekur Vesturlandabúi rósina og rannsakar hana, rífur hann í tætlur og þegar hann búinn að eyðileggja hana, þá er hann margsvísari en hann hefur ekki fengið neina upplifun. Og meðan Austurlandabúinn, hann lætur sér nægja að horfa á hana og upplifa hana og nokkurn veginn sama hvar hann var til eða hvað hann verður til lengi. En hann nær upplifuninni. Og það kannski það sem við gerum hérna með þetta svæði. Þetta óskaplega fallegt hérna. Hleðslugarðurinn hér, kirkjan sem slík, það eru hérna stillarsar og dót, en það verið að mála hann og gera hann í stand, þannig við verðum að virða þann gjörning. Og svo þetta byggt í svo miklum halla og grafirnar hérna, þetta svona svolítið öðruvísi ég á að venjast, það ekki eiginlega grafstæði, það eru krossarnir og steinarnir, en svo þetta svona hálfgerðir bungar bara. Ég veit þetta gamalt og allt það, en þetta svona ekki mikið afmarkað og svona öðruvísi fyrir mig að sjá þetta. Frjálslegra aðeins og heimilislegra. Svo sér maður það að miðað við Eyjafjörðina, þá erum við komin á miklu meira rakasvæði hérna, því það ótrúlega fallegar svona mosamyndanir hér á öllu. Meira þess að á trjánum svona mosi og hérna safnaðar heimili, við löpum aðeins hérna og kíkum á það líka, við sjáum glitta í það hérna á milli. Það hefur verið byggt ekki nýtískulegt, heldur í stíl við kirkjuna, kann vel að meta það, og þetta fellur allt saman svona sem ein heild. Stígagerðin hérna hjá þeim á Hvolsvelli, hún algjörlega til fyrirmyndar. Það stígar hér út allt, það gönguleiðir allstaðar og allstaðar á gönguleiðunum eru svona íþróttatæki að því sem maður getur teygt eða tosað eða lyft sér eða gert einhverjar æfingar. Það góður útsýnisstaðir hérna uppi, við ætlum að labba þess þangað á eftir og þar einmitt líka svona svæði. Náttúran, hún hérna innum allt í þessu. Þó að sé ekki fjöllunum fyrir að fara, þá nýta þeir allt sem þeir geta hér til þess að gera þetta heimilislegt. Þetta verður bara svo, maður verður einhvern veginn svona, það verður alltaf rólegra leið við komum að það sem náttúran Það hægir á öllu einhvern veginn og maður hættir að líta á klukkuna
Og ég veit að bara að labba þennan litla stíg fyrir litla krakka, þetta alveg ævintýra heimur, það þarf ekki meira til að finna einhverja grein eða köngul eða eitthvað og ganga þarna niður eftir. Það líta allir krakkar upp úr símanum sem komast inn á svona svæði. En við labbum hérna upp. Þá vorum við komin á þetta útsýnisstað sem ég var að tala um, eða svona bara, kannski ekki útsýnisstað, en allavega hægt að stoppa hérna og hefja gönguna. Hérna eru stígar í allar áttir. Það eru stígar hérna niður eftir úr bænum hérna upp í fjallshlíðina. Og það sem mér finnst svo fallegt líka við þetta, það er hvernig þið leysa þetta með hvernig húsin og náttúran einhvern veginn grær saman. Jafnvel þó að séu opin svæði eins og hér, vel hirt og flott, að þá er þetta einhvern veginn, þetta er svona eitt með náttúrunni. Það er bara svo ótrúlega fallegt við það. En við höldum áfram aðeins og skoðum næst örlítið, ég ætla að sýna ykkur aðeins gistiheimili sem er hérna á mjög fallegum stað rétt við hliðina. Þá erum við komin í þennan Ásgarð sem ég talaði um og ég ætla bara rétt að sýna ykkur svona hvað þetta er fallegur staður hérna. Lítil smáhýsi sem hægt er að leigja út og hérna skógarrjóðri og kyrrðin hérna. Við vorum í töluverðu roki á það, hér er maður komin í algjört skjól. Hér er verið að byggja svolítið upp og fara að steypa sér og gera eitthvað að þessu en bara svona sýna ykkur hversu mikið af svona stöðum er hérna á Hvolsvelli. Þetta er einhvern veginn allt fullt af rjóðurum hérna sem var svolítið hissa á. Það segir ykkur líka til gamans að landið er náttúrulega algjörlega slétt hérna. Það er engin á hérna og það er engin sjór hérna. Þetta er eitthvað sem við þekkjum ekki á norðan. Við erum með fjöll og sjó og ár, en það er ekkert hérna. Klóakmál, þó ég ætli nú ekki að fara beint í tæknimálin, en svolítið merkilegt samt að það er ekkert hægt að leiða það út í sjó hér. Þannig það er mjög öflugt tveggja þrepa rotþró hérna niður frá og þeir hafa þurft að grafa hana það djúpt niður að það er sjálfrennandi úr öllum heila bænum í þessa rotþró. Þannig að þetta er annars slags vandamál sem þeir eru að glíma við heldur við þar sem við gubbum þessu bara í einhverja hreinsistöðu út í sjó. En það er bara ekkert, það er engin sjór hérna. Þannig að þetta er svona allra athygli vert. Þá erum við komin inn í eina af þessum botnlöngum hérna. Það liggur, ég held að heitir Nýbýlavegur hér upp og út úr honum eða í þessa áttina þá ganga þessi botnlangar allir sem ég hef margsagt að ég er svo hrifinn af. Kyrrðin hér og róin, hún er náttúrulega algjör af því það fer enginn hingað nema sá sem að heima hérna. Síðan endar þetta allt hér, ef við förum aðeins hérna upp eftir, þá endar þetta allt saman í grænu belti hérna sem gengur niður í gegnum allan bæinn hérna eða langleiðina niður í gegnum bæ. Þetta þýðir það að krakkar sem er að labba úr skólanum, úr hérna húsunum eða heimilum sínum og í skólan, þau þurfa aldrei yfir íbúðargötu. Þau geta labbað hérna eftir gangstéttinni og svo eru allstaðar stígar, ekki ósvipað ég var að sýna ykkur á Hellu, þá eru stígar úr botnlangunum, endunum á þeim og inn á þetta græna svæði og þar geta þau labbað upp eða niður. Og það sem meira er að öll starfsemi, skóli, sundlaug, tónlistarskóli og alls konar fleiri hús fyrir svona starfsemi krakkana, þau eru hérna öllu sem er á þessu svæði. Þannig að í raun þá þurfa þau aldrei yfir götu. Flest af þeim, það breytist aðeins þegar það kemur neðar, en þetta er brilljant hugmynd alveg hreint að hafa þetta svona, þurfi ekki að vera áhyggjur af börnunum. Þá erum við komin hérna hinum megin við
græna reitin sem ég var að nefnum eða hérna græna svæði sem lá hérna niður með og krakkarnir gátu gengið eftir. Og þá erum við komin aftur á þennan stað. Hérna er tónlistarskólinn, hérna er fræðslunetið, við erum með héraðsbókasafnið, við erum með íþróttamiðstöðina, við erum með sundlaugina. Það er allt til alls hérna. Þannig og þetta sést nú betur, við erum með barnaskólann hérna á bakvið, grunnskólann, og þetta sést betur þegar við hérna á drónamyndunum sem að koma á eftir þessu. En við skulum snúa aðeins við og sjá hérna, og sjáum við hérna húsið sem við vorum að skoða áðan, og við sjáum nýbyggðan eða verið að byggja leikskóla hérna, mjög stóran og flottan, sem á að taka held ég bara, sennilega flest börnin, eða flesta deildir hérna. Það fyrir utan erum við með íþróttavöllin hérna við, þannig að þetta er svona einhvers konar, eða hálfgerður miðbær Hvolsvellinga hér. Það má eiginlega segja það, en hérna, bara fallegt og fínt.